Sælir, kæru hlustendur og áhorfendur. Ásdís Olsen heiti ég og mjög glöð að vera hérna komin á samstöðuna. Ég ætla að vera hérna með viðtöl á næstunni og það nú að skemmtilega sem ég geri í heiminum, það að taka viðtöl við fólk. Og allir eru áhugaverðir og hafa frá einhverju skemmtilega að segja, ég búin að komast af ef að maður kann að hlusta. Þannig að ég ætla að fá að hlusta á hana Helgu Snjólfsdóttur í dag sem mjög áhugaverð manneskja eins og allir reyndar, en hún hefur gert svo merkilega breytingar á lífi sínu. Allt frá því að hún var ábyrgur verkfræðingur á skrifstofu út í bæ yfir í það að hún núna að bjóða hugvíkandi ferðir og kvennahringi og gera alls konar svona sjálfsþekkingar vinnu. Og við ætlum bara að heyra Helgu hérna í dag, lýsa því sjálf hvaða ferðalag hún hefur farið í gegnum til þess að rata þessa leið. Takk fyrir að koma til mín, Helga. Gaman að sjá þig. Já, takk kærlega fyrir að bjóða mér. Það bara mjög skemmtilegt. Já, ég sá nefnilega að þú ert að bjóða núna kvennahringi fyrir konur sem að hafa áhuga að skoða meðvirknina sína. Já, þetta raunverulega, já, hvað að vera að gera svona sumar-seríu af kvennahringjum. Einn kvennahringur núna á mánuði, apríl, maí og júní, og það mismunandi þema í hvert skipti. Sem sagt meðvirkni í fyrsta hringnum og númer 2 þá ætlum við að fara meira að tala tilfinningar og tilfinningarlífið og í þriðja að taka ábyrgð á eigin hamingju. Wow. Og þú þarft sem sagt ekkert að mæta í alla þó það gæti náttúrulega verið skemmtilegt. Og ég trúi eiginlega að þú þarft að takast á við allt þetta þrennt og skiptir kannski ekki máli hvar þú byrjar. En allt gæti þetta verið gagnlegt og sérstaklega náttúrulega að þú skoðar þetta allt þrennt. Allt þrennt, ok. Þetta 3 svona þemu sem þú ert með hana. Og meðvirkni fyrsta verkefnið eða viðfangsefnið þitt. Já. Og það kannski svona, tengir okkur ákveðið saman. Já, það tengir okkur. Og kannski líka langar mig að koma að því ef við byrjum á að fá að heyra söguna þína eins því að það svo áhugavert að heyra hvernig þú hefur þroskast og þróast. Já. Og kannski ef ég má orða það, út eða það nú kannski líka eins og þú sagðir á hann, ef maður googlar því þá það fyrsta sem kemur upp, að ég tók við viðtal fyrir nokkrum árum. Já, líklega 2019. 2019, já. Þá ég að gera þætti á Hringbraut sem hétu Undir yfirborðið. Einmitt. Og við vorum að fjalla alls konar áhugaverða hluti eins og fjölkerni eða polyamory. Og tantra og fleira. Og fleira í þeim dúr, þar sem við vorum svona. Og þá varst þú alveg, ég var hugfangin af þínum hugleiðingum þar svona þessa sjálfsvitund sem þarf til þess að stíga út úr þessum hefðbundna farvegi. Og það hefur þú kannski gert bara betur og meira en flestir. Já, ég held það kannski bara svona einkennt mig frá því mjög snemma að vera forvitin alls konar kannski eitthvað annað en það sem að normið var að gera. Ég veit ekki hvort það eitthvað skonar uppreisnarseggur í mér eða forvitni eða bæði. Og kannski það sem ég rífast upp núna ég fer í fyrsta jógatíman minn þegar ég 18 ára. Ég í menntaskóla og ég og 2 vinkonur förum í jóga. Mér sé hérna í nágranni hér var eitthvað þar í Túnunum. Ein fyrsta jógastöðun á Íslandi. Og hvað ertu á gömul, segirðu? Ég held ég sé 17-18 ára, við erum allavega menntaskóla vinkonur og ég man svo vel að ég sit þarna í þessum sal og þetta alveg framandi og skrítið okkar jógaöfingar en ég bara að lepja þetta upp á meðan þær eitthvað svona flissandi og fannst þetta ótrúlega vandræðilegt og þetta kannski lýsir svo hvernig kannski ég nálgast svo lífið bara alla tíð. Þú veist, ég getur rifið upp annað 2009. Svona forvitni og opin fyrir Já, að langa svolítið svona, kannski akkur á mér að finnast þetta eitthvað vandræðilegt. Já. Þetta bara eitt í viðbót sem til, eitt í viðbót sem ég get prófað og upplifa og fengið að smakka á, en ekki eitthvað svona, þetta of öðruvísi. Og ég man líka 2009, þá ég 29 ára, þá í fyrsta sinn sem ég upplifi svona þátt að dansa, svona eitthvað frjálsan dans í eitthvað, ég man ekki hvort ég var í meðgöngu, jóga eða eitthvað álíka og þátt að dansa frjálsan dans og ég 29 ára og ég alveg
hvernig dansa maður, þú veist, án þess að vera á bar eða í djammi, skilur. Eða fullur eða eitthvað. Og í staðin fyrir einhvern veginn bara, það þannig, þá ég bara, heyrðu, kem heim, segir manni minn, heyrðu, ég er búin að komast að því, ég get ekki dansað frjálsandans nema að vera ölfuð eða eitthvað þaðan af, skilur. Já. Nú ætla ég bara að finna út úr þessu og finn mér bara einhverja svona hippa danstíma og læri, skilur, og frelsa minn innri dansara. Skilur, og ég held að þetta lýsi bara svo vel hvernig ég nálgast lífið eða hvernig, já, þetta samtal sem ég er í, að þú veist, það er bara, og þarna því ég hitti þig, þá er ég nýbúin að eiga svipa af vakningu. Er ég eitthvað krumpuð yfir því hvernig ég er kynvera? Þú veist, það er raunverulega uppgötunin sem sendi mig í tantraskóla og svo að pæla í fjölkærni og bara hver erum við? Hvað megum við finna? Þú veist, hvað gerist ef ég er skotin í ykkur öðrum en manninu mínum? Er ég þá röng eða er það eðlilegt? Og skilur, og í staðin fyrir bara, já, að pakka því niður að finnast það vandrarlegt eða eitthvað, þá bara heyrðu okkur, ég ætla það bara að finna út úr þessu og gá hverju ég kemst að. Þinn innri sannleika kannski. Þú ert bara að leita að þínum innri sannleika. Já. Já. Ég held að sé vel. Mjög veist ég heyra það, sko. Ég held að sé vel orða út af því, þetta er svona, ég ætla ekki að taka því bara sem gefnu, einhverjar svona leikreglur sem voru bara settar á þig. Já. Einmitt þannig. Eitthvað svona, er þetta mín skoðun? Eða er þetta bara eitthvað sem hefur verið smurt á mig á lífsleiðinni? Og ef þetta er ekki mín skoðun, byrja þá bara að segja hérna, ég ætla það bara að kanna það. Það er ekki endilega afskrifana. Heldur bara meta, er þetta það sem ég finna rétt innst inni eða ekki? Og ég hef náttúrulega verið kannski svolítið afgerandi í þessum leiðungrum mörgum. Já, þú þurft að fara kannski út á Austurnu víða til þess að finna hvar mörkin þín liggja, er það ekki? Jú, ég held að það sem ég er búin að læra í dag er að kannski taka smærri skref í einu og kannski ekki að þenja með eins mikið og það er hægt að uppgötva og kannski heppilegri hraða. Þetta er náttúrulega bæði mikið fyrir sjálfa mig og taugakerfið. Já. Og líka náttúrulega kannski fyrir umhverfum hans. Meina svona ögrandi og reynir á taugakerfið. Já. Og ég held svona kannski skilaboðin sem eru svolítið ríkjandi er að maður er alltaf að vera að fara út fyrir þægindaramman. Ég held að það sé mjög jákvætt fyrir marga. En eins og með svo mörg skilaboð, það er svo misjant hvernig við virkum. Fyrir suma getur verið mikil ögrun að fara ekki út fyrir þægindaramman. Já, að halda sig á mottunni. Að bara halda sig svolítið bara í því sem þú skilur. Já. En fyrir einhvern annan þarf hann bara að heyra, sparkaði þér nú út fyrir það. Þannig að þú veist, það er ekkert einhver ein skilaboð sem virka fyrir alla. Og nú er ég orðin mun þroskari. Ég er 45 ára og búin að fara hérna í gegnum alls konar og búin að vera hjá sér vegferð eins og heyrir í, skilur, eða alla ævina, skilur, bara frá því ég er hérna áður ég verið 20. Það verið er svolítið eiginlegt. Það er ekki eitthvað svona eitt sem að verður til þess að þú ferð og breytir stefnu, heldur er þetta svona í eðliðin. Já, ég held það, en ég held líka sko að það sem ég finn strax hérna í jókan og svo held ég áfram í jóka og ekki vinkonurnar og fer í jókatíma reglulega þarna þegar ég er í menntaskóla og ég man alveg eftir að hafa sagt að einhvern veginn upphátt pabbi kom að sækja mig, skilur, ég er það ung, skilur, hann skuttlaði mér í jóka, skilur, að þú veist, að fyririldi, ég fann einhverja ró sem að ég hafði ekki þekkt áður, þú veist, ég er, eins og kannski lýsingarnar, ber að gefa til kynna, þú veist, ég er ör og ég er lífleg og það er svona ákveðin hraði í mér, þannig að í jókanum fann ég eitthvað sem ég hafði ekki haft aðgangað áður. Og svo er ég jókaiðkandi en þá í dag og leiðbeinandi, það hefur fyllt mér alla tíð. Og þú gerir svona eins og það sé hérna, nálgaðustu eitthvað hérna innra með þér. Já, sem staðurinn sem ég fæ aðgangað í jóka og ég er að benda hérna bringun á mig fyrir ykkur sem eru ekki að horfa líka, að þar finn ég segi heimastaðinn minn, sem er kallaða kjarna, aðri kallaða frið eða sálina, en ég held að flestir, nú hef ég unnið mikið með fólki, ég held að flestir finni þetta á svipuðu svæði. Þannig á brjóstið, inn í brjóstkassanum, kannski mismunandi ofalega, neðalega, en ég held að það sé svona cirka hér sem fólk finnir fyrir þessu. Já,
Og fyrir sér, þetta ekki svolítið að finna fyrir sér? Þetta að fara úr huganum í svona líkamann og tengingu við sjálfan sig. Já, og það það tekur held ég fyrir alla ákveðna æfingu, en það kemur að þeim punkti, ef þú iðkar einhverja andla iðkun, að þú getur fundið muninn á mér, hver er ég og hver er hugsanir mínar, hver er skoðanir mínar, við, skilurðu, það er ekki ég. Já. Kjarnin minn, sá sem fylgist með og upplifir lífið, það er eitt. Og hitt, hugurinn og það er annað og við getum fjarlægst það og með mikilli andlegri iðkun getur svo fjarlæg orðið meiri og það er það sem býr til frelsi og frið. Ég vil eftir að tala um svona meðvitund það, hugan og þessar hugmyndir eða afstöður sem við höfum fengið utanfrá eða hvað? Já, og ekki einu sinni bara afstöður sem ég fengi utanfrá, heldur líka bara að sjá að ég get hugsað það sem ég er að hugsa um. Já. En áður á heldur þú sért partur af hugsununum. Og ég veit sirka hvenar ég finn þessa aðgreiningu og þá er ég í kringum 30, skilurðu. Og þá er ég búin að jóga í yfir 10 ár, þar sem ég virkilega finn þessa fjarlægð verða til. Já, þetta er sko í núvitundafræðinum er þetta kallað metakognísk vitund eða yfirvitund sko. Þar sem maður getur fylgst með huganum og upplifun sinni af sjálfum sér og umhverfinu. Já, þetta er akkurat orðið sem ég vildi nota, metacognition. Það er hugtakið og það er mikilvægt fyrir mig að rifja alltaf reglulega upp að þetta tók ákveðið átak og ég var orðin 30 þegar ég komst þangað og þetta stundum gleymi ég að það hafa alls ekki allir aðgang að þessu. Þeir eru samofnir hugsunum sínum. Skilur, þeir sjá ekki aðgreininguna. Ég man eftir þessu. Ég ger alltaf svona bendingar. Þeir sem eru bara að hlusta eru kannski að missa á þessu líflega tákmáli sem fer hérna fram. En það er þessi, þetta er svolítið áhugavert sem þetta að segja að þú ert þarna 30 þegar þú svona kemst á þennan stað að geta áttaði á þér, kemst út úr þessum huga og ég man svo vel eftir þessu, mér finnst þetta merkilegasta upplifun lífs míns því ég áttaði mig á því að ég væri ekki hugurinn minn. Akkurat. Og hugsanir mínar væri ekki sannleikur. Akkurat. Heldur bara eitthvað bull forrit sem voru keyrð þarna áfram og voru sko ekkert skemmtileg, mörg hver. Bara alls ekki og mjög ofta bara áleitnar hugsanir sem að maður kannski tekur sem sannleika og telur að sé sannleikurinn hver ég er. Já. Og það er rosalega íþyngjandi. Og segðu mér svo, ef við bara rekjum þína sög, þú ert þarna 30 þegar þú ert að gera þessa merkilu uppgötvun og þá ert orðin verkfræðingur, ert að vinna við það. Já, í atvinnulífinu. Gift og 2 barna móðir. Já, cirka. Já, reyndar, 1 barn, annað á leiðinni cirka. Og ég held áfram minni jógaiðkun rosalega, þetta er alvöru, sko. Þú veist, þegar ég tala um jógaiðkun, ég iðkaði jóga á hverjum degi. Sem þýðir að ég stoppaði allt annað sem ég var að gera, steiga á jógadínu og var með sjálfur mér í hálftíma til 1,5 tíma að beita athygli minni að líkama og andadrætti. Og þetta er rosalega áhrifaríkt en ég varði rosalega mörgum klukkutímum en aftur þetta var eiginlega lífsbjörgin mín til að róa mig, til að finna frið út af því að ég var svo mikið óró inn í mér. Hvernig var það að koma út í lífinu í samskiptum, þetta eins og lýsir, þetta að vera svona Sko, það er miklu auðveldar að sjá það í baksinni speklinum. Og að vera svona á undan sér, mjög hvatvís og ég fæ náttúrulega ADHD-greiningu 41 árs, sko. Já. Það var mjög opnandi ferli að skilja bara eitthvað svona skrýtni hluti sem að öðrum kannski finnst ekki eðlættir eins og bara stífvél barnanna eins barnsins orðin of lítil og ég veit það
en samt líða mánuðir þangað til ég get framkvæmt aðgerðin að fara út í búð og kaupa stærri stífvel, skilur. Þú veist, þetta hljómar óslega einfalt en þetta er ein af birtingamyndum ADHD það tala executive functioning, þú veist, þetta stjórnkerfið okkar aðeins brotið, þannig að við náum ekki að klára eitthvað svona aðgerðir sem eru auðveldar fyrir fólk sem með meira normalisera stýrikerfi. Já, ég tengi. Já. Kjörlega, sko, já, þetta mjög gott að þessi umræði komin á þetta stig að við erum farin að skilja þetta. Já. Vistu það ekki? Við erum komin miklu lengra þá að skilja eins og ADHD en ég held við mjög langt í land, þú veist, það ennþá mjög margir segir ekki bara allir með smá ADHD, til dæmis frasi sem heyrist reglulega og bara stuttasvar bara nei. En ADHD einkenni eru mannlegir eiginleikar sem allir upplifa að einhverju marki en til þess að vera með ADHD-greiningu þurfa þessir eiginleikar að vera svo yfirdrifnir að þeir eru hamlandi fyrir þig og þitt líf. Og það rosalega mikilvægt að gera þá aðgreiningu. En það þýðir ekki að fólk finn ekki fyrir eitthvað svona athyglisbresti, en athyglisbrestur getur líka verið afleiðing af áföllum, til dæmis PTSD getur búið til athyglisbrest, mikil streita getur búið til athyglisbrest, skilur þannig að við hefum líka stoppa og spyrja, ok, ef ég með athyglisbrest af einhverju stigi, þá ætlum ég ekki bara að fleygja fram að það allir með smá ADHD. Kannski það bara tækifæri til að stoppa og skoða af hverju með athyglisbrest. Já, þetta finnst mikilvægt að gera greinamun á svona alvöru þessum taugakerfis bilunum, eða hvað maður kalla. Já, taugaþroska röskun held ég þetta heiti, sko. Eða sé ennþá, svo náttúrulega alltaf vera að breyta Mér finnst líka gaman að vera að tala um mismunandi bara taugakerfi og sumir eru svona og aðrir öðruvísi, sko. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við ræðum þetta og án þess þetta sé ykkur svona, ég veit ekki hvað maður segir blanket statements á íslensku, þú veist, það svo mikið því miður, svona verið að fleygja fram einhverju og enginn kannski að stoppa og skoða málið. Það bara allt í einu má núna segja þetta og það bara segja þetta allir, skilur þú veist eins og svona, það eru allir að kvarta yfir kílómetragjaldinu og ég alveg, eru allir að kvarta yfir því, fólk búið að skoða það, það búið að skoða hvort það hefur jákvæða neikvæða áhrif á bókhaldi, skilur ég ætla ekki að hafa skoðun á því ég bara lýsa einhverju svona samfélagsnormi sem í gangi. Grípum einhverja umræðu þá. Við grípum bara eitthvað og enginn fáir kannski skoða málið en leyfa sér samt að segja frasan. Já, ég skil þig. Já. Og mér var svo gaman það í komið gott podcastinu. Já. Það segja stundur svona bara, já, ég ætla að leyfa mér að hafa afgerandi skoðun á þess að skoða málið. Já, bara viðurkenna það. Já, sem miklu flottara heldur en að gera það bara, skilur. Já. En hvernig hefur þú dílað við ADHD? Hefur þetta ekki lyf eða það jókað og hugleiðslan sem hefur? Nei, já, ég tek lyf. Þú tekur lyf. En ég reyndar á svona, ég kalla 10 ára skammti. Mjög lár skammtur hentar mér. Hvað þetta orðið mörg ár? 2022, það 4 ár síðan ég fæ greininguna mína. Og það var mjög dýrmætt fyrir mig og mjög mikið fékk ég skýringu á hlutum sem ég held að ég væri bara eitthvað of mikið eða ég veit ekki, eitthvað svona afgerandi og mikið svona óróa inn í mér og eitthvað. Einhver óanægja með þig sem að þú varst að berast eða fékkst kannski... Nei, kannski bara svona eitthvað svona sögur mig sem krakki sem að fengu bara óslega svona já, það bara út úr með ADHD. Já. Það var ekki skil út að ég var svo mikið svona Helga, hún gerir alltaf skilur, heldur ég fekk pínu svona skýringu á... Og hvað þýðir það? Það þá þú veist, ég gat ekki betur að þú veist, það ekki að dæma þig fyrir þá að það hafi verið einhvern veginn illa meint eða... Já, ég held að einmitt þetta sko að... Gast ekki betur? Já, just, ég hafði ekkert annað á færi mínu. Já, einmitt. Já, ég held að upplifin sko, þegar maður heyriði sögurnar var kannski svona, já, ég hefði átt að ég var eitthvað asnaleg eða öðruvísi eða eitthvað. Þannig að ég fæ þarna greininguna, ég bæði búin að prófa að vera á lyfjum, ekki lyfjum, búin að prófa 2 mismunandi lyf
Getur aðeins borið saman? Já. Hvernig þið líður Já, á lyfjunum og ekki á lyfjunum? ég get sagt þér það. Fyrir mig, það sem virkar fyrir mig er konserta metilfenidat og ég hef oft lýst í þannig að það er eins og í fyrsta lagi að það komi bil á milli hugsana, lengra bil líklega, ég bara fann ekki fyrir bilinu áður og ég fæ þá tíma til að vega og meta þær hugsanir og hugmyndir sem koma upp. Í stað þess að áður þá var ég kannski bara búin að gera eitthvað og ég hafði ekki eins og tekið eftir því þegar það var hugmynd. Það er svona aðeins ráðrúm á milli og svona aðeins hægari... Já, raunverulega bara, ég sagði oft, ég varð í rauntíma. Í staðin fyrir 7 skrifum á undan sjálfur mér. Já, vá. En ég get líka sagt að sko, svo þegar ég var komin á aðeins stærri skammti en ég er á í dag, að þá leiði mér sko eins og væri búið ít á mute. Og ég var bara pínu frosin og ég var að hugsa eitthvað og svona, nú myndi mér kannski langa að segja eitthvað en var bara svona og þegar ég trappa mig semst niður af þeim skammti þá varði ég aftur svona eins og ég þekki mig svolítið svona affíblast og hérna út af því að það er náttúrulega líka stór partur af hver ég er, þú veist, þessi sem maður getur sagt hvatvís en maður getur líka sagt bara hérna skemmtileg eða líflega, spontant, já, þannig að þú veist, ég fór að grínast aftur, þannig að eins og núna þá fæ ég stuðning við athyglisbrestinum og hvatvísinu að þú veist, fá að vega og meta aðeins skrefin og svona, en held í hérna, hvernig ég finn fyrir mér eins og ég þekki mig. Sem að þá er kannski þá meiri ánægja lífinu já, til þig. En samt get ég keypt nýstífvél, handabatnari mínu, eða þarf, en svo kemur sko, lyfin eru eitt, svo er náttúrulega sálfræðimeðferð, ég fekk hérna í beinu framaldi af greiningunum minni, fór ég í sálfræðimeðferð alveg 10 tíma og svo náttúrulega fræða sem ADHD, skoða söguna sína með nýjum glerugum, þú veist, púsla sér pínlítið saman aftur með nýja þekkingu, skilja hvernig ég virka, þú veist, svo kemur jóga og hugleiðsla sem bara risa púsl, þú veist, allt pláss sem ég get búið til með því að vera með andlega iðkun, býr líka til pláss á milli hugsana. Skilu, eitt dæmi hvernig ADHD mitt virkar, ég talaði vinkonu í sími morgun, henni finnst hérna eitt svona æfingakerfi ósla sniðugt, það heitir The Class, ég sammála þetta sniðugt. Ég var að spá, ég skrá mig í kennaranámið í þessu og verða aðal The Class kennarinn á Íslandi. Skilur, og svo er ég bara eitthvað, ég hef ekki prófað svona tíma, Ásdís. Veist hvað ég meina? Já. Og þú veist, svo set ég bara inn í bílnum, en í stað þess að skilur fara að googla kennaranám í The Class, þá get ég bara setið með mér og verið bara, vá, hvað þetta er áhugavert. Að geta komist frá 0 upp í 100 eftir 1 símtal og sko ég er farin að leigja sal fyrir þetta. Veistu, en þetta er svo fallegt. Það er mjög mikil kraftur í þessu. Ég man nú Haraldur Allensson sem hefur nú talað um ADHD meira en flestir aðra og veit meira um það en allir held ég. Að hann sagði Ísland væri ekki byggt nema fyrir þetta brjálaða fólk sem að 100%. óð áfram og lét hluti gerast og þannig að þetta er kannski svona ákveðin lífskraftur. Já, þetta er náttúrulega risa drifkraftur en sko, og fórnar kostnaðurinn og það er það sem að kannski umræður ADHD brotnar líka en þú gast klára verkfræðina. Þú gast fengið þessa vinnu, þú gast komist í stjórnunarstöðu, þú gast skiluru en hver var fórnarkostnaðurinn? Hver er að spurja því? Ég man að Svanhildur Hólm sagði, ég kemst upp á fjallið en ég er með fullan bakpoka grjóti. Hún er með ADHD, hún orðaði þetta svona. Útskýrðu aðeins þarna, veist, hver er fórnarkostnaðurinn? Hvað er í þessum bakpoka? Já, þess að 2016, það er bara, þá fer ég á vegginn og það er fórnarkostnaðurinn minn, en sko, í einhvern svona almennum skilni, það er kannski bara ágætt að nota mig sem dæmi, þú veist, þarna er ég, bara 2 barna móðir, stjórnandi í Össur,
ég kenni náttúrulega jóga, svo er ég á fjallahjólum í frítímanum og ég get framkvæmt alla þessar hluti en ég veit ekki hvernig mér líður. Ég veit ekki hvað svo mikla hvíld ég þarf út, ég veit ekki hvernig mér líður. Skilurðu, þannig að ég er búin að ganga, þú veist, vera 7 skrefum á undan mér þangað ég 36 ára og það ég vissi ekki ADHD. Þannig að ég bara geri allt þetta sem ég get og bara frekar fær Og gengur vel í öll. Já, raunverulega. Og en svo bara allt í einu er bensin í búið. En út af því að ég er svo langt á undan sjálf mér og út af ýmsu öðru sem ég held að sé ekkit endilega tengt ADHD en ADHD hjálpar ekki til svona samfélagslega áhrif mótun okkar flestra að vera ekkit endilega mikið í tengingu við tilfinningar okkar og svoleiðis en það er ýktara þegar þú ert með ADHD. Þannig að fórnarkostnaðurinn þú ert búin að búa til alls konar kerfi inn í þér. Til þess að lifa af. Já, til þess að vera ekki að klúðra og vera ekki að gleyma að kaupa stífvél eða skilur, og ég var svona hýperskipulögð. Þú veist, það var gert grína mér þegar átt að skipulegja eitthvað í vinahópni, þá var ég komið Excel-skjal það. Og hýperskipulagning eina birtingamyndum ADHD. Til þess að reyna út að þú ná utanum þetta. overkompensata. Já, og þarf einhvern veginn að reyna að halda utanum þetta allt saman. Þetta er mikið í gangi. Já. Og alltaf kannski þá eins og þú segir nokkrum skrefum á undan þér. Mér finnst þetta mjög, en þitt dæmi er nefnilega svo skýrt og gott, sko. Það líka, og kannski út í að þú ert með þessa einstöku meðvitund þig, hugan þinn, sjálfan þig og getur, og svona auðmýkt að geta talað það, lausu skömmina og óttan við að vera ekki nóg. Einmitt. Þannig að þú getur talað þetta á svo skýran og aðgengilegan hátt. Þannig að ég verð svolítið forvitin þennan fórnarkostnað og þegar ég held að það séu svo margir sem er ekki meðvitaður þessa fórn sem er þá, eins og þú segir, nokkur skrefum undan sér og þú ert ekki meðvituð hvernig þið líður. Þannig að þú ert í rauninni ekki að upplifa heldur allt þetta skemmtilega líf sem þú alls ekki. Og vá, þegar þú segir þetta, ég var með þetta taka að myndasafn á dögunum og hvað við vorum duglega að gera alls konar með þessum 2 litlu börnum okkar sem urðu svo reyndar 3 eftir þetta burnout, en ég var ekki mjög mikið með í öllu þessu dásamlega ríka lífi sem við áttum og eigum en gjöfin að fara í burnout þú færð að endum þetta stöðuna og núna fær maður að upplega gjafirnar en fórnarkostnaðurinn ég sá nú bara, og það er mjög algengt á samfélagsmiðlum eins og Instagram, þú veist bara eitthvað svona ADHD skatturinn sem er bara eitthvað, þú veist, að gleyma að segja upp subscriptions, að gleyma gera skattaskýrsluna, að tína öllum hlutunum þínum, skilur það, og þannig verið að tala fullorðna einstaklinga. Já, bara hvað þetta kostnar. Það kostar óslega mikið að vera, þú veist, og alltaf með allt í raskati og þú veist, gera alltaf á síðustu stundu og þú veist, þá þarfst að borga meira út af því að þú varst ekki búin aðeins að vera með eitthvað fyrirhyggju. En svona, mér finnst miklu meira spennandi að skoða þennan innri fórnarkostnað og langflestir með ADHD eru einhverjum tímapunkti grindi með kvíða eða þunglindi út af því að þeir eru orðnir svo hrættir að klúðra, skilur hvenar, þú veist, það er bara svona bíða eftir því að næsta klúður komi. Svo eru margir með, finnst erfitt, svona höfnunar tilfinningar og slag ýkt. Er hún ýktari hjá ADHD heldur en öðrum? Já, og það er náttúrulega enn annað sem við tala allt og lítið með ADHD er það sem við tala emotional dysregulation sem er stór partur af ADHD að þú ert ekki bara með ofvirkar hugsanir, þú ert með ofvirkar tilfinningar. Þú veist, það Ég vissi ekki að við erum að fara að tala ADHD, ég sé að þetta er stór partur af þinni sögu og þessi ferðalagi þínu. Og það kveiknur svo margar spurningar hjá mér. Til dæmis ég svolítið forritunum, veistu hverju svona margir ADHD á Íslandi? Út ég veit að það er viðkvæmt að tala það, en þetta er eins og þú segir yfirleitt út af einhverjum áföllum í æsku og einhverju slíku, er það ekki? Sko, Gabor Mate, hann tekur þetta þaðan, að þetta sé áföll í æsku. Ég er ekki alveg á þeirri línu, sko. Ég
út af því að það er líka svo mikið erðafræðileg tenging, þú veist, margir sérfræðingar segja bara, þú veist, ef þú ert með ADHD barn, þá þarftu bara að segja með hvort foreldri er með ADHD. Ef að hvorugt er með ADHD þá bara eitthvað, þetta barn er rangfeðrað, skilur, að ganga það langt að segja, og þess vegna, þú veist, ég er búin að skoða þetta náttúrulega mjög vítt og breytt. Ég er alveg sammála þessu með trámatenginguna upp að einhverju marki, en ég held að sé miklu þá frekar eitthvað svona kynslóðatráma heldur en mitt persónulega tráma. Ég held auðvitað sé líklega manneski með ADHD alveg barn og það líklega til að vera með ADHD bara á exposure-inu. Þú veist, þannig ég veit ekki alveg, þetta er svolítið hænan og eggið, sko. Ég held að sé enginn sem geti sagt annarkvort er þetta bara gena eða bara nurture eða skiluru, og ég held að það hjálpa ekki endilega umræðinni. Nei, það skiptir kannski engu máli ég held að það skipti ekki öllu máli. Ég held að það skipti meira máli að segja það er enginn óskar sem vera með ADHD. Ef þú ert komið ADHD greiningu þá mun það í mörgum tilfellum bara hjálpa þér, skilja sjálfum að þig, þú munt fá fleiri tækifæri til þess að nota þau tól sem er í boði. Og þá er ég alls ekki bara að tala lyf, heldur bara líka einhvers konar iðkun, hver sem hún er, göngutúrar eða jóga, whatever, sko. Já. Ég held að það sé miklu mikilvægir að segja bara, það er enginn að biðja með ADHD. Við skulum þá bara mæta fólkinu þar og bjóða því þann stuðning sem það þarf. Og sama tíma ég segi þetta, þá finnst mér ég sem manneski með ADHD, sem er orðin fullorðin, ég ber ábyrgð á mínum takmörkunum. Ég get deilt því með þeim sem ég til dæmis vinn með. Ég get sagt þeim stundum þarf ég auka hnepp út af því að, en það er ekki á þeirra ábyrgð, skilur, að nálgast mig eitthvað allt öðruvísi. Sem ég finnst stundum umræðinu komin aðeins og langt þangað að hinir eigi allt inn að fara að taka ábyrgð á, skilur. Já, þér. Já, eða kannski ég hef heyrt yngra fólk með svipaða raskanir sem er svona, mér finnst að fólk að taka tillit til míns ADHD, en skilur, mér finnst að ég eigi að sjá mitt ADHD, þannig ég segi fólki ef það er viðeigandi, ég nota eyrnatappa þegar ég er í margmenni út af því að annars verði ég overstimulated, skilur, ég fer afsíðis til þess að regulata mig ef að ég er orðin eitthvað eða eitthvað, skilur, það er mitt að þekkja mig og mínar takamarkanir. Ég get beðið stuðning ef að það er viðeigandi, en þá enginn að vera eitthvað tilbúin að veita Helgu sérstakann stuðning, skilurðu? Já, þetta er alveg stórt atriði. Þetta er auðvitað það sem að maður heyri framhaldsskólakennara til dæmis tala að það er eiginlega alltaf verið að nota svona greiningar sem fyrirslátt fyrir að taka ekki ábyrgð á til dæmis náminu og sjálfu sér, sem að er, eitthvað bara við erum ekki komin með lausnina á því einhvern veginn. Nei, og hvernig samfélagið kemur til móts við fólk með svona greiningar. Nei, og bara ég held við langt í land og það er allt í lagi bara að segja líka það þá. Skilur, við vitum ekki svörin ennþá, en ég finn eins og dóttir mín er í menntaskóla og þar finnst mér orðræðan vera eins og þú ert að segja. Þú veist, mér finnst mjög vera íta að nemandanum segja, heyrðu, hér er það sem við bjóðum upp á þér til stuðnings. Það er ekki verið einhvern veginn að reyna, ég veit ekki, að verða of svona. Já, það er ekki, meinir að vera að taka ábyrðina þar. Af þeim? Nei. Og þetta með ábyrðina, mér finnst það svolítið áhugavert, þessi sjálfsábyrgð, þú talar svolítið um það. Og það er kannski svona, þín leið öll er mótuð af því að þú ert alltaf að taka ábyrgð á þér og einhvern veginn finna út úr þér og þínu lífi. Já, en mér finnst það rosalega erfitt, sko. Mér finnst það rosalega vesen að þurfa að taka ábyrgð á mér. Ég stundum hugsa, er eitthvað til ég ætlaði mig? Nei, ég sver það, sko. En þarna kemur aftur, sko, ég held að maður mun aldrei sleppa frá þessu að stundum hugsa, akkur getur ekki bara eitthvað vita hvað ég þarf og skilur að frekar en eitthvað að bæja því frá að segja, ok, núna er ég að hugsa þetta, skilur núna er ég að hugsa þetta, af hverju finnst mér svona erfitt að taka ábyrgð á mér í dag, þú veist, en þá þarftu að vera búin að hægja dálítið mikið á út af því að í hraðanum og þar sem ég var og þar sem mjög margir eru,
að þeir eru komið hérna, okkur er ekki ykkur að hugsa um mig og þeir fara að hnýta í makan, skilurðu, minnst þú svo leiðilegur eða eitthvað, út af því að hann er ekki búin að vera eitthvað neina bregðast við einhverju innri þörfum mínu sem ég veit ekki eins og hverjar eru, skilurðu. En þetta sem þú gerir svo fallega líka og lýsir hérna að biðja skilning og kannski að biðja þar sem þú þarft ef það er auðvelt að veita það með einhverjum hætti gerur það ekki eins og gagnvart þínu nánustu? Algjörlega. Geta tjáð sig, geta vita koma þar og sagt það hlýtur að vera mjög stórt skref. Það er rosalega stórt skref og minnst ekki neitt auðvelt svar hér, sko. Þú veist, það er þú veist, eins og mér finnst þetta meðvirknis málefni svo merkilegt og mikilvægt að við ræðum og margir fara smá í hnút þegar maður bara segir meðvirkni og vil ekki einhvern veginn bekenna það sem eitthvað sem að kannski þjáir okkur flest. En eitt bara svona lítið dæmi, þú veist, ég er í síðustu viku að undirbúa stóran dag, veislu með fjölskyldinu og við makinn erum eitthvað græja. Já, þeir eru að ferma sem sagt. Við erum að ferma son okkar og dásamlega gaman og það er náttúrulega ýmislegt sem það að gera og við hjónin eitthvað stúsa. Og ég gríp mig inn í mér, sem hefði sko fyrir stuttu síðan verið löngu komið út, að svona vera að búa til eitthvað svona, væri nú ekki sniðugt ef að þú færið þanga út að ég þarf að vera hér og gera og svo heyri ég alltaf þetta bull, basically. Stoppa sjálf á mig, líta hann og segi, væri þú til að fara þangað út af því ég hef mikið að gera hér? Það sem breytist þarna er að þú ert ekki að gefa óskýr skilaboð, heldur bara sko í fyrsta lagi ekki að gefa óskýr skilaboð, heldur líka búa til eitthvað sem ég held að gera einhvern veginn beiðnina þægilegri fyrir hann. Já. En hún verður miklu óþægilegri út af því hún er orðin óskýr. Ég er farin einhvern veginn að blanda eitthvað svona hvar ábyrðin liggur eða svona búa basically eitthvað til. Eins og að, en hljómar þetta ekki eins og skipun? Farð þú þangað út í að... Nei, ég sagði, værir þú til í? Já. Værir þú til í að fara þangað og sækja það sem þarf og ég verð bara heima meðan út af því að ég á eftir að gera svo margt. Já. En það sem að var að verða til fyrst var svona, væri þú, hvernig væri ekki úrslega sniðugt ef að ég væri bara hér og þú væri bara, þú veist, myndi kannski gera þetta út af því þá eftir að gera skilu einhvern veginn svona réttlæta, búið til einhverja útskýringar og þetta er allt orðið og svona loðið. Já. En þetta er búið að taka mig sko alla fullorðins ævina að vinda ofan. Hitt, þessi meðvirkni þarna í þessu dæmi þar sem þú ert að hugsa að gera þetta svona sigurhúða og loðið? Hvað er í gangi? Hún snýst náttúrulega að einhverju leiti að forða sér frá eitthvað svona höfnun. Að þú veist, ef ég er bara búin að búa til eitthvað svona þing þar sem ég var actually ekki bara að biðja þig, einhverju heilbrigði biðni, að þá er verið að hafna þessum loðuna pakka, en það er ekki verið að hafna mér. Já. Þannig að þú veist, áður en maður getur byrjað að spurja, væri þú til í að, þá þarf maður að vera til í að hann segi nei. Já. Það er stóra æfingin. Það er stóra verkefni. Geta sagt skýrt og eiga vona. Og ef hann segir nei, þá bara, ok, þá kem ég með þér eða þá kannski bara fer ég og klára það, skilur, en hin útgáfan, hún kemur frá svo miklum svona óróa stað þar sem ég ætla nú ekki að búa að gefa högg á mér að ég komin í einhvern hugarburð. En samt ertu þarna að orða því að sumir orði ekki einu sinni og er einhvern veginn ekki einu sinni færir að segja hvað væri þá langar að segja eða jáfnvel hvaða hugmyndir þeir eru með. Já, þú meina kannski að ég hefði geta líka bara sagt ekkert verið í gremju, farið með hann að sækja þetta dót og verið svona með silent treatment í bílnum. Það er alveg líka önnur útgáfa, skilur. Og örugglega mjög algeng og ég meina bara þessum 3 daga aðdraganda þessar fermingarveislu þá tók ég eftir sjálfur mér inn í mér sem betur fer mest af tímanum
vera í svona gömlu mynstrum, finnast ég búin að vera að taka miklu meiri ábyrgð heldur en einhverjir aðrir, akkur ég að draga vagnin, orðin óslega mikið fórnalamb inn í mér, skilurðu, en það var ég sem sagði einhvern veginn já við öllu því sem ég var búin að gera, ég var ekki búin að biðja hluti sem ég hefði kannski þurft, skilurðu, en þetta eru sigrarnir í meðvirkni bata. Það er ekki að verða einhvers konar fullkomin manneskja, heldur bara, wow, núna sé ég komin að í eitthvað gamalt krump, þú veist, hvernig get ég undir ofan að því, hvernig get ég tekið næstu skrefa hans heilbrigðari, þú veist, ef þetta er orðið stíft á milli mín og makans til dæmis, að geta bara sagt, heyrðu, ef að prófa, þú veist, að íta og spóla tilbaka og byrja upp á nýtt, skilurðu. Þannig kannski þessi vinna að komast út meðvirkni þetta að vera meðvitaður þetta krump eða hvaðan þetta kemur sem að væri þá svona meðvirkni hegðun og svona dysfunktional samskipti eins og við segjum og svo í staðinn ertu þá farin að velja hvernig þú tjáir þig og hvernig þú tekur ábyrgð og eitthvað svona. Þetta er ósa stórt samskiptamál. Já. Þetta er risastórt. Við sjálfan sig og hérna. Þetta er eiginlega meðvirkni. Já, við erum að leysa hérna meðvirknina. Ef við getum bara átt heiðarleg og einlag og sönn samskipti, þá eru kannski bara, engin meðvirkni lengur. Já. Og ég held að það sé svona, altruistic, hvað segir maður á íslensku fyrir altruistic, það er svona að halda, út af því að ég heyri önnur svona skilaboðin sem er þægindarhringin. Þú þarf bara að trúa þessu eða skilur þú þarf bara að ákveða að þú sért orðin með heil og sönn samskipti og þá er það bara komið. Skilur? Já. Svo ég var, já, ok, þú veist, að hluta til já, en að rosalega mörgum hluta til bara nei. Bara taugakerfið líka minn, hann fékk þjálfun kannski 25 ár. Skilur þegar þú ert að mótast sem einstaklingur, bara svona bregstu við. Og æfingi í samskipti, ég meina, mín kynslóð, voru ekki samskipti. Það var bara einhverju reitt í einhvern og svo bara þögn og... Já, og það var sem ég meina, það er þjálfunin sem þið fenguð. Já, og hún er bara innprentuð í kerfin. Já. Þannig að alveg sama hvað ég ætla bara að trúa því, ég ætla að vakna morgunar með einlæg og heiðarleg samskipti. Ásetningurinn getur verið mjög góður svo stendi fyrir framan mömmu mína eða makan eða börnin og þau kveika hérna á gamla kerfinu það er að fara að overræta hérna góða ásetning mjög fljótt nema með þjálfun, með nýrri þjálfun og það er það sem er svo gaman að kenna fólki og ég kendi náttúrulega og er búin að kenna sjálfur mér er bara lítil gagnleg svona ráð sem við getum gripið til þegar gömlu kerfin ætla að taka yfir. Getur lýst muninum eins og í samskiptum við börnin, mannin, móðina, hvað er breytt við það að verða svona meðvituð og ábyrg? Já, það er rosalega mörg dæmi. Það eru svo mörg, það er erfitt að einhvern veginn að velja, skilurðu, en margt af þessu er náttúrulega bara mjög mikið svona að ég veit það ekki, ég held að flesti kannast bara við að mamma eða pappi stuði sig. Já. Og það getur verið freka hversdagslegt komment. Skilur bara eitthvað svona býtu, hefði nú gerið betra strauja en hann dúk. Já. Skilur þau? Já, getur farið í taugarnar á manni. Og þú veist, og munurinn notum þetta bara dæmi. Mamma segir, akkur tíma strauja dúk, sorry mamma, þetta er samt svona almennt dæmi, skilur þau. Og þetta er ekki raunverulegt dæmi, og ég krumpast inn í mér. Og mögulega hreyta einhverju í hérna. Þú upplifir þetta sem gagnrýni á þig. Já, og ég bara svona... Hún er ekki að treysta þér. Og ég finn bara kreisting inn í mér, kannski í hálsinum eða maganum. Alltaf verið að hnýti í eitthvað. Bara, ég var hérna með 2 börn og skipla ekki heilt ammali og drullum hennan dúk, skilur. Já. Og ég leyfi þessu atriði, þessu kommenti sem er hennar, að taka friðin minn
eða ég leyfi henni ekki einu sinni, hann bara hverfur frá mér og ég er komin í ónota tilfinningu, jafnvel vont skap, jafnvel skap sem að kannski eyðileggur daginn og þetta er út af því að hún sagði eina setningu. En eftir margra ára bata og ég fæ þessa setningu og ég er fyllilega sátt við dúkinn hvort sem hann er straujar eða ekki, það skiptir mig ekki máli hvað henni finnst straujlevelið á dúknum, þá get ég bara sagt nei, ég er að spá að strauja ekki dúkinn. Já, og engar meiningar ekkert. Og ég er ekki að taka því, kerfið mitt er búin að fá heilun, þannig að það bregst ekki við. Þú þarft ekki að segja, mamma, mér líkar ekki við svona afskiptasemi. Þú þarft ekki að segja það. Þú þarft ekki að segja það. Nei. Þú getur gert það, í öðru samhengi. Segjum að þetta sé bara í upphafi á barnaafmæli, út að ég get alveg ímyndað mér að margir eiga svona mómenti í upphafi á barnaafmæli. Skilurðu? Mamma eða pabbi segja eitthvað sem er stuðandi og þarna liggur munurinn í fyrsta lagi, í fyrra dæminu er ég að taka óslega mikið mark á þessari mannesku. Ég er að taka meira mark á henni heldur en mér. Því sem ég er búin að ákveða í heildarsamhenginu með þetta barnaafmæli. Þar sem ég er búin að taka margar miljón ákvarðanir, eina en var að strauja ekki dúkinn. Og svo í seinna samhenginu þar sem ég er búin að heila sjálfa mig, ég veit hver ég veit hversu mikið mér langar að strauja eða ekki strauja og hvort að mamma hafi skoðun á því, skiptir mér bara ekki máli. Já. Og svo ef að þetta er kannski mörgum sinnum svona komment, þá get ég bara fara einn daginn og sagt, heyrðu, mamma, mér finnst ókslega erfitt þegar þú ert að tala hvort ég strauja eða þríveggina eða þú veist, eitthvað. Gætu við bara sleppt því framvegis og tala allt hitt sem okkur við gaman að tala Hvernig, þetta er náttúrulega bara mjög gott dæmi og svona einmitt svona dæmi heilbrigð og heiðarleg samskipti. Og hvernig hefur þetta þá breytt sambandiðinu við makaðinn, börnin og foreldræðina? Náttúrulega bara þau eru bara stórkostlega miklu skemmtilegri. Skilurðu, þetta er miklu skemmtilegra út af því að ég stuðaðist bara heilmikið af foreldrum mínum og makanum mínum og guð mig góður eftir að elsta barnið mitt varð unglingur. Þú veist, það er bara mjög krefjandi fyrir mig að verða ekki meðvirk, að vilja ekki stjórninni, að vilja ekki, fara ekki í eitthvað skonar micromanagement, að reyna að stýra hennar litlu aðgerðum til þess að fá eitthvað skona útkomu. En það sem gerist og er eiginlega skemmtilegast að vita, að þegar við erum í meðvirknum samskiptum, þá erum við einhver segir eitthvað, ég er að óska þess að hann hefði sagt eitthvað annað. Ergo, ég er að óska þess að hann sé öðru sem hann er. Já. Ergo, ég er ekki í samskiptum við þann sem manneskan er. Þú veist, ég er komin svo langt frá því og svo er ég inn í mér einhvern veginn að bregðast við einhverju og þannig að þegar að svona komment kemur og það er engin hleðsla til þess að verða til, þá er næsta sem gerist bara eitthvað ef að fá eitthvað kaffi. Við fyrir að tala eitthvað annað. Þú veist, aðstæðnar verð ekki. Það verður engin aðstæð, skilur, aðstæðnar eskaleitast ekkert. Og ég meina, maður getur ímyndað sér að því sem þú ert að segja, að það verður tækifæri fyrir skemmtileg samskipti, nánd og tengsl og samveru sem er ánægileg. Já, og kannski svona, ég veit ekki, eitthvað svona betra dæmi er, þú veist, þegar það er hleðsla, þú veist, og eitthvað svona núningur, þetta er svo mikill dans að meðvirkni dansinn eða svona samskipta minnstur sem er á milli maka eða foreldra barna eða hvað, að þetta er svo oft bara sami dansinn aftur og aftur í nýjum aðstæðum með nýtt málefni. Já, það verður að brjóta upp munstur. Að þannig að þegar einn segir bara, ég ætla núna bara ekki að dansa þennan dans, þá raunverulega krefur okkur að búti nýjan dans og stundum verður þetta alveg smá svona högtandi fyrst út af því að hvað gerum við þegar að boltinn fer ekki á milli eins og hann gerði áður. En svo er svo gaman þegar þetta verður allt miklu mýgra og það er ekki þessar hleðslur og ólga og svona óþægindi sem maður þekkir úr meðvirkum samskiptum og allt í einu er þetta bara
eitthvað rólegt. En ég veit ekki hvort þetta slæmt dæmi út af þetta, ég náttúrulega finn mikið. En hvað segir þú, Ásdís? Ég alveg að fylgja þér og ég held að en heldur að flest fólk upplifir svona ólgu og svona hleðslu og... Sko, nú veit ég það ekki. Nei, bara ég upplifir það mikið. Það var nú bara skrítið dagur ef ég fengi ekki eitt hlátuskast og eitt grákast á einu degi, sko. En ég held ég hafi heyrt alla sem ég þekki náið. Svona taka síman og það er annarkvort bróðir eða mamma eða pabbi og svona, þú veist, taka bara svona, þú ekki þegar að mamma er alltaf að eða skilurðu. Þannig að ég held að flesti þekki það, sko. En það sem er stærsta gjöfin við að leiðrétta meðvirknina og það sem ég kannski reyna að segja á þannig í lélegum orðum er, þú veist, kannski þeir sem stuða okkur mest, við missum svo mikið af hver þau eru. Já. Þú veist, út af því að við erum svo ógeðslega upptekin að því að þau séu röng og séu að segja ranga hlutin og þau séu íti í okkur og séu leiðilega eitthvað. En svo þegar mann leiðréttir það, þá fær maður að sjá viðkomandi. Já, ég hugsa þessi opna forvitni sem að mér er svo falleg og ég er svo áhuga sem er partafræði núna og mér finnst svo áhugavert þegar að maður finnur að maður getur verið í þessu hlutleysi og þessu sjálfi sem er bara forvitið og spennt og áhugasamt og ekki með svo mikla skoðanir. Það er nú eitt af því sem væri mjög þægilegt að svona víkja sér frá. En partafræði er endar annað áhugamál hérna sem verður tekið fyrir á næstunni en hérna það sem ég er að hugsa núna er að við erum búin að tala um meðvirknina og samskiptin og þetta ferðalag þitt, þú fer í Burnout 2016 og ert svo í svona heilmikilli endurskoðun og endurnýjun á þér og lífiðinu og eflaust á þeim stað núna þú ert bara þakklátt fyrir að hafa gengið á hana vegg til þess að fá þetta tækifæri til þess að finna sjálfan þig. Já, ég held ég varð mjög fljótt þakklátt fyrir að lenda á þessum vegg. Ég sá rosalega fljótt að það sem var búið að vera var óheilbrigt. Og ég hef alltaf þakkað jóga, iðkunar og hugleystunni fyrir það. Ég hafði svona ákveðið rými til þess að sjá gjöfina sem ég var að fá þó þetta væri rosalega óþægilegt ferli og þetta er ömurlegt að lenda í þessu og ég þreytist ekki á hvetja fólk að staldra við áður en það komið alveg á þennan stað og svo náttúrulega geri ég risa breytingar og eiginlega sko brenn út aftur 2021. Þetta verður eiginlega bara burnout og svo örmögnun og það er ekki fyrir 2022 sem ég byrja að ná í alvörunni bata. Og það er hérna ADHD-greiningin og svo fékk ég rétta læknisaðstoð og fleira sem kom mér á fætur. Þú tala er hérna hugvíkandi efni, hafa þau haft einhver áhrif á þetta ferðalag þitt? Já, 2019 þá fer ég og með 6 mánaða millibili í svona heilandi hugvíkandi ferðir. Með meðferðaraðila sem fylgir þér í gegn eða? Já, var reyndar svona aðtöfn en það var haldið utan mig fyrir og eftir sem er rosalega mikilvægt og þetta var mjög opnandi og gerði alveg svaklega mikið fyrir mig og ég fer 2019 og svo í byrjun árs 2020 í svona heilandi hugvíkandi ferðalag sem að hjálpaði mér rosalega mikið að sko púsla saman alls konar sem ég á búin að vera að vinna í sálfræði meðferð og 12 spora samtökum og bara í sjálfur mér og fræða mig en þar í þessum ferðum þá bara virkilega lenda hlutirnir öðruvísi í mér og þegar ég var að tala með þessi kerfi áðan þú veist, þarna er það sem ég virkilega það sem ég vissi orðið í huganum að líka minn fékk að læra og bara þú veist, sérstaklega í einni ferðinni ég fékk bara að sitja í 4 klukkutíma þar sem að hugvíkandi efnið var að sýna mér eða ég fékk að sjá eða þú veist, það er svona alls konar frasar í þessu en ég raunverulega fékk í 4 klukkutíma að finna hvernig það er að vera bara í líkamanum
vera auðmjúkur og vera ekki með skoðanir, skilja allir eru jafnir, skilur eitthvað sem að kannski ég hefði sagt vitsmunalega en líka minn á mér var alls ekki á sömu blaðsíðu. Sko þetta er svo áhugavert að heyra þið segja þetta núna út frá þessum nýju áhugaveru kenningum partana og að við séum í rauninu öll með þennan sálarkjarna, honum er lýst nákvæmlega svona. Hann er auðmjúkur. Hann er auðmjúkur, hann situr í sér, allir eru jafnir, það er bara kærleikur, sátt, friður, samþykki og forvitni. Þannig að ég trúi því að það er þessi partur sem vorum að tala um í upphæði viðtalsins. Það er að tengja sálinni. Þú færð að sjá, færð að vera, allavega eins og ég upplifi hugvíkandi efni, þú færð að vera sápartur og einmitt þú sjálf. Þú sjálf, já. Centrum er hann ekki kallaði líka stundum. Í dálislunni kallaði það og þú veist, já, sálin, við skulum bara nota það. Það talaði self-energy í partafræðinu. Já, bara þetta sem ég sem er ekki hugsanir mínar, sálin og sumir trúa, ég trúi mér að þú veist, svo fer hún bara í næsta eitthvað vitt eða eitthvað og hún er hérna að upplifa þessa jarðvist að vera í svona líkama og þú færð að vera þar alveg með fjarlægð að sjá hvernig einmitt þetta metakognition, þetta er náttúrulega bara metakognition á styrum að vera inn í hugvíkandi út að þú ert bara færð sko með alls konar grafík og teiknimyndum að sjá hvernig þú hugsar lífið og nálgast á og mætir sjálfum þér og öðrum og þetta er eins og svona bootcamp. Já. Þú náttúrulega þekkir þetta sjálf, hvernig er að vera svona inni? Já, ég þekki þetta alveg sko og mjög vel og finnst eins og þetta sé svona mikilvægt, fyrir mig allavega var það mikilvægt að fá á opinberast sjálfur mér á þennan hátt. Og ég, finnst áhugavert að heyra líka hvernig þú hefur upplegað þetta svipað. Já, og fyrir mig myndi ég segja að það voru þarna þessar 3 heilandi ferðir með 6 mánaða millibili sem að bara svona það var svona eins og að moka fjósið eða það skilur þú veist, ég var bara svona klára að hreins út alls konar drasl og ég er ekki að segja þessi búin, ég er bara að segja þú veist, ég er ekkit í mörgum hugvíkandi athöfnum í dag, skilur þú veist, ég nota hugvíkandi bara svona minn persónulega hátt og sitt með til dæmis sveppnum reglulega en veist, ég er að tala með mjög litlu magni yfirleitt og það er þá til að huglega vera út í náttúrunni eða skilur að tengjast mér með hjálp eins og sveppsins sem er rosalega magnaður en svo er það líka sko fyrir mig að taka 0,3 grömm af svepp sem er svona aðeins meira heldur en mikrodós sem að fólk á ekki beint að finna fyrir eða fara í neinar hugrænar breytingar. Fyrir mig er það bara alveg mikil upplifun. Já. En ég get ímyndað mér eitthvað sem hefur kannski aldrei farið inn í svepp eða sjaldan og með yfirspennt taugakerfi gæti þurft miklu meira eða jafnvel fundið ekkert þó að vera orðið 0,5 gramm eða eitthvað skiluru. Þú veist bara það næm fyrir. Já, en ég held ég geta sagt að flestir sem að hafa eitthvað samband við sveppin eða aðrar sveppi eða sérst aðrar jurtir að hugkvæmt efni að þegar líkaminn og taugakerfið þekkir efnið það er allt öðru vísi og ég veit mér sem fólk sem situr kannski bara með 1 svepp í lóanum, skilur bara finnur bara orkuna, skilur Þú hefur greiður náttúrulega aðgang að því sem að hann opnaði ég veit það sem er náttúrulega bara sannleikurinn sem þú ert að segja, skilur að á einhvern tímapunkti ef þú ert að sinna þér vel þá þarftu kannski ekki efnin til einmitt að fara á þennan stað þar sem þú hvílir alveg í þér og ert bara auðmjúk og ástrík manneskja og það er ekki að þvælast fyrir þér einhverjar skoðanir eða einhverjar, hvað segir maður, svona flokkadrættir eða þessi betur en hinn og þessi merkilegur en annar og það er bara ekki til á þessum stað. Þetta er svolítið merkilt eins og þú lýstir þessu, það er svona eins og fari öll þessi forritun, allar þessar hugmyndir og hugmyndakerfi sem að við
fengum í uppvextinum. Og hugsaðu sko hvað það mikið friður og frelsi sko að maður sér fegurðina svo vel eiginlega í öllum. Þú veist, að geta mætt, ég ætla bara að segja eiginlega öllum, þó að mér finnst að vera öllum, skilurðu, út að ég veit að ég er brigðul og breysk, skilurðu, en að geta bara mætt eiginlega öllum og sé, vá, sko, hvað allir eru fallegir. Já. Og þó það sé eitthvað svona stuðandi aðili eða einhver sem bara, þú veist, alltaf pínu skakkur að taktlaus, skiptir að öllu máli. Skiptir að öllu máli þá þessi sé alltaf taktlaus og yfirleitt viðkomandi taktlaus aðili búin að vera taktlaus öll árin sem hann er búin að lifa og flestir eru bara ennþá hissa og pirraður yfir hann í takt og ég er bara eitthvað vá, þeir eru búin að vera pirruð yfir að hann er taktlaus í 40 ár, getum við ekki bara séð hitt viðkomandi eða bara ekki haft neina skoðun og neina af þessu. En þetta er náttúrulega einstök gjöf og það er svo magnaðið mitt sem þú lýsir sko og maður hefur nú alveg hugsað það að væri nú gott að vera þetta að blanda þessi í vatnið hérna eða í teði til dæmis hjá Trump eða eitthvað svo leið sko hvað það væri gott að fólk sem flestir fengi kannski að upplifa þessa sátt við sjálfan sig og eiginlega, upplifa sér tengd á öllum sem er nú kannski, fyrir mér var það svolítið stórt opinberunar upplifa bráðran saman einhvern veginn við þig og alla í heiminum einhvern veginn sem er ekki hægt að lýsa út í það svona andleg upplifun. En eina gallin á því er sko þið verður að langa. Já, þetta er ekki auðvelt endilega. Nei, og þið verður bara að langa sko í áhrifin. Já. Ég held það. Eiginlega missa stjórnina. Það er eiginlega sem flestir óttast að... Já, og það er svo mikil uppgjöf sem að þú þarft. Já. Og þú þarft sko að vilja sjá, eða sko ég held það. Ég held að maður þurfi einlægt að langa eitthvað annað en það sem maður er að upplega núna. Þú veist, maður er búin að finna að það sem er að hrjá mig er utanáliggjandi, það er ekki partur af hver ég sannarlega er og mér þarf að langa nógu mikið til að drekka, segjum sveppate, heilan bolla, skrá mig í mögulega 6 klukkutíma pluss mínus eitthvað 2 tímar ferðalag inn í eitthvað sem þú veist ekkert hvað inn í eitthvað sem þú veist ekki hvað er en ég get sagt þér að það sem það er eiginlega alltaf bara þú sjálfur sko en þetta er andleg og líkamleg þrekurinn, þetta er erfitt, þetta tekur á andlega og líkamlega þó þú sést sjóaður og ég held þú þurfi virkilega að langa og þú veist ásetningunni þarf að vera fyrir mig langar mig að gera þetta og það kannski finn samhljómp núna bara eins og einhver sem fyrir meðferð segjum, einhvers konar fíkn sá sem fyrir meðferð við einhverju fíkn fyrir einhvern hann er mjög ólíklega til bata en ef hann finnur sjálfur sin eigin botn langar í eitthvað annað þá eru líkur að bata tölvört margfalt meiri Ég finn nú og veit að það verður örugglega talað hugvíkandi efni hérna í einhverjum þáttum á næstunni og hérna get nú alveg lofa því en ert þú að fara að halda þessa kvennahringi? Já. Ert að leiða konur inn í svoleiðis vinnu? Ég tengi, ég kenni jóga og ég er með kvennahringi og ég tengi hugvíkandi efni alls ekkert inn í það. Þú veist, það er eitthvað svona sem mér finnst mjög sterkt að eigi að vera viðbót við aðra andlega iðkun. Þannig að ef ég ætla að sitja með einhverjum ferðalanga í sveppaferð þá er skilyrði það að þú ert í andlega iðkun, þú ert í sjálfskoðun og þetta er einhvers konar hraðall eða ég þarf einhvern aðeins auka ákafa eða kraft, einhverja stærri upplifun til þess að brjótast í gegnum eitthvað sem ég samt sé en það verður að vera algjörlega sýnt þú ert að mæti eitthvað sem þú sinni sjálfur þér einu sinni og oftar í viku þú ert að virkilega að langa að skoða
eða bara langa að tengjast þessum stað þar sem að þú manst hver þú ert og hvað skiptir mestu máli og hérna hver er þessi sanni kjarni. Þannig að mér finnst gott að halda hugvíkandi sem svona hliðarbraut út af því að aðalbrautin á bara alltaf að vera og svo ég ætla að sinna sjálfur mér sem mannesku og setja mig í forgang x oft í viku og þá hugvíkandi vefni orðin einhver svona valkostur. Núna ef að við svona náum aðeins utan að hérna í lokin að við náttúrulega vorum með alls konar ásetning hérna að tala um alls konar hluti og núna ég að velta því fyrir mér þegar að þú staldra við þann stað sem þú ert á núna. Þú er búin að vera í margra ára vinnu með sjálfum þig, þú ert búin að opna fyrir alls konar nýja möguleika, ert svolítið búin að segja skil við verkfræðina eða hvað sérðu fyrir þér að gerist í framtíðinni með þessa reynslu og þekkingu sem þú ert? Hvað væri svona draumaverkefni, draumastaðan í lífiðinu núna? Já, mér finnst ég vera mjög mikið í draumastöðuna akkurat núna. Ég í hálfu starfi sem verkfræðingur og með hinn helmingin í þessa svona handleiðslu og leiðsögn fyrir aðrar manneskjur sem að langar að lifa ríkara lífi. Ég væri alveg til í að, þú veist, eftir 5 ára það gæti verið, stærsti parturinn að vera að vinna með fólk. Það það sem gefur mér rosalega mikið. En ég held að það sé svo gaman að vera spurður svona hvar ég stödd í dag út af því að mér líður rosalega mikið eins og ég sé á uppskeru tímabili og sem betur fer búin að læra það að þú þarft ekki alltaf að vera í þetta ekki eitthvað grubl og það svo margir sem festast þar og ég festist sannlega þar að þú veist kaf og skoða og dadarada þú veist það þarf að koma tímapunktur og hann má koma fyrir hjá mörgum þar sem þú færð bara einhvern veginn gefast upp það allt í lagi og samþykja að þú ert ekki að fara að gera þetta líf þú þarft að vera hönd í hönd, þú þarft að eiga eitthvað svona samfélag ég trúi því svo innilega að þú veist þetta snúist miklu meira að segja ég breysk, hinn eru breyskir við skulum leiðast og vanda okkur ekki ég þarf að grubla og finna og gá hvað, þú veist, mamma og pappa sári, skilur við, þú veist, þá sinn stað og stund að þú þarft ekki að stoppa lengi þar. Það kannski stærsta skref eins og þú segir að tegja út hendin og biðja hjálp fyrir flesta og fá leiðsögn og fá að vera samferða. Já. Frábært. Þannig að hvar fær fólk upplýsingar um námskeiðin? Það best að fylgja mér á Facebook síðan mín Helga Snjólfs, allt sem þú ert. Allt sem þú ert, já. Já, þetta er mér svo mikilvægt að við göngumst við því sem við erum. Já. Svo ég á Instagram Helga Snjólfs. Já. Og það hægt allavega að fá sér bókaplás í kvennarhringina á Eden Yoga síðunni, edenyoga.is. Það vera með þar í rosalega fallegum sal. Eitthvað sem vilt segja lokum, eitthvað sem þið finnst mikilvægt að koma að? Ég held ég sé búin að segja það, þú veist, það kannski bara, við erum heil. Þú veist, það á að vera útgangspunkturinn. Það að þetta á að snúast að sópa í burtu en ekki skilur að lagfæra. Við erum heil og sópa í burtu því sem fyrir. Já. Já. Og fá hjálp. Bara sorry, þú ert ekki að fara að gera þetta í einn rúmi. Þú veist, þá maður bara að nota sína eigin forritun til að laga eigin forritun. Það ekki uppskrift sem gengur upp. Frábært, Helga. Gott að fá því og gaman að heyra þína sögu. Já, takk fyrir að bjóða mér. Við fórum nú alveg út víðan það. Það er svo auðvitað að spjalla saman. Báða með ADHD. Heyrðu, við þakkum fyrir okkur í dag við Helga og sjáumst aftur trúlega á morgun. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir.
en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.